Halló, hæ, jæja, núna ég að fara að tala vegan og hvernig maður kemst í svona hollustu og koma sér í gott form, þú veist, ok, ég búinn að vera eitthvað að googla samt vegan og allt þetta og ég í vandræðum, þú veist, ég tek C-vitamin, Adam, þetta allt frá Ná, ekki auglýsing, svo tek ég hérna B12, þetta sem ég kaupi í Bandaríkjunum og tek aðra B12, 1000 milligram og Multisport og Omega 3 hérna og kalk og magnesium og járn og já, ég með hérna organic og linsan eitthvað svona leðileg æpidum, þá ætla ég að rætta svona rætta maður hlut á henni sko bara á anninu svona og svo líka annað sem ég glemdi það aðalmálið upp á sí að ég var að kaupa mér hljóðnema og mér langar að prófa hann, mér langar svona aðeins að athuga hvernig hann virkar sko. Ég ætla alltaf að hafa allt svona próf sko. Þannig að ég ætla núna bara að stinga hann svona samband og bara athuga hvort að þið heyri mun og ef þið heyri mun þá skulle endilega oh my god, ég er bara að týna allir snúránum þetta er svo mikið drast hérna hjá mér ok, ef þið heyri eitthvað mun eitthvað svona flotta mun þá endilega bara gerið like og segið já eða þú veist bara það sem ykkur dettur í hug á að koma nýtt hljóð ok, góðan daginn, Ari Jósefsson heiti ég og þið með endilega gera subscribe og like við vídeóið ef ykkur líka við það annars getur ég bara hendi og skrifa nú ætla ég að byrja á því að þetta vegan þú veist, þetta hér sniglakrem þetta sko þetta sko mjög gott fyrir húðina og þetta, það engin svona mjólkur eða neitt sko, þetta á að vera bara hreint og beint snígill og þetta á að gera húðina mjög fallega og unglega og bara ímyndið ykkur að vera að maka ykkur jógúrti og eitthvað svona ógeði alveg anskotið sjálfur þetta þægilegt hvað þetta gott krem maður frískast upp sko en by the way þá ég komin aftur búin að vera eitthvað hálf slappur nú vantar mér til að þrífa gleraugun en það bara ekki hægt út af því að tíminn minn peningar, djóka, nei, núna langar mig að tala mataræði, núna ég í gær, þá svona hugsaði ég, ok, nú þarf ég að hætta að búa til góða sósur og hætta að nota matreiðslurjóma, hætta að nota ost og oh my god, þetta ógeðslega erfitt að vera vegan máttu ekki bara ost, þú máttu ekki oh my god, ég veit að þetta fyrsti dagurinn minn veistu hvað ég gerði? Ég skufið gulrætur skar niður brokkoli það svo gott já, þetta erfitt hjálp ég get sagt þið það að þetta bara nýr lífstíl en
ég bara rétt að byrja, ég ætla bara að kanna þetta, hvort þetta sé fyrir mig eða ekki. Þannig að ég þarf bara endilega að kanna þetta og bara það var bara ekkert svo vitlaust að kanna þetta og bara, já, ég bara að fíla þetta í tætlur út af því að ég vil vera Slim Shady again, þú veist. Mér langar að vera endurheimta mig, þú veist, kyntröllið, þú veist, hello boys, eða þú veist, þið fatti alveg hvað ég við, þið sem þekki mig allavega, þá veit ég alveg hvað ég á við, þú veist, já, Jesús, ég eitthvað svo orðlaus að vegan svo meira sko en bara vegan, það bara, hvað þú lætur ofan í þig og þú mátt ekki vera með leðurhatt og þá tók ég upp á því að kannski gæti þessi kannski komið sér vel, svona bara, þú veist, svona mexikanskur, kannski gæti bara verið með þennan hatt, Mexican, hi baby, heyrðu, þeir ekki svolítið svona bauna og svona, svolítið svona vegan, sko, já, mér líf bara vel með þennan hatt, en, ég veit ekki, hvað finnst ykkur? Finnst þér hann flottur eða þetta eitthvað svona, einhver hattur sem myndi bara koma bara bylgja, bara fólk myndi bara kaupa bara strax, bara Ari komið nýjustu tískuna, hattur ársins, þú veist, það var geðveikt, þú veist, ég svolítið hattakall orðinn, veit ekki af hverju, ég alltaf undan öllum, í tísku, brjallu, þú veist, sumarið loksins komið og veit ekki hvað mánaðardagur í dag en það allan að komið langt í ágúst og það kom sól og ég bara rosalega hamingjusamur með það og ég bara einhvern veginn svona, veit ekki, sólin gerir svo margt, þú veist, hann svo ég sé umvafinn bara af ykkur sko, veit það ekki, fólk alveg bara, þú veist, dregst svo að mér sko, að ég bara á í erfiðleikum með bara að höndla sjálfa mig sko, út af því að ég náttúrulega í tvíburanu sko, og Sigga Kling, þú ætti nú að vita hvernig tvíburinn getur hagað sér, þannig að hann sko eitthvað staðar í ástarmálum eða fjármálum eða ég veit ekki hvað, ég veit ekki eins og hvað ég standur út af því að vegan þarf að fara með mig. Nei, þetta alltaf lagi. Ég handlaði þetta alveg sko, þetta bara vegan, þú veist, þetta bara eitt að einu. En það svolítið gott, þú veist, að vera vegan, mann bara fullt á nammi, en ég borða ekki nammi. Bara, mér finnst það vont, ég borða ekki súkkulaði heldur, ég borða enga kökur, þetta gæti kannski verið bjórinn sko, og sósur og Pepsi ég verða andskotin, ég má drekka Pepsi, en ég verð samt að hætta því, þú veist, vegan fyrir mig, hvað þarf ég að gera? Meina, nú bara komið að ykkur og nú spyr ég bara ykkur hreint og beint. Hvað best fyrir Ara Jósefsson til að grenna sig og vera sexy again? Þú veist, bara, hvað þarf ég að gera? Ég veit að ég þarf að hreyfa með þetta. Mér vantar aðstoð. Mér vantar ykkar aðstoð. Mér vantar hvata, mér vantar vilja, mér vantar allt saman. Það allt komið hérna niður. Bara á gólfið. Ég búinn að gjörsamlega
bara stúta öllu kringum mig. Ég bara verð bara að segja eins og ég er. Ég bara verð að læra betur vegan og mér allar þessar töflur þarna, ég veit ekki, en ég ætla að nota þess að hér mæli með þessum allan sko, C-vítamín, út af því að þegar fólk er að reykja, ég er að fara að hætta að reykja þar að ekki, út af læknisráði. Svo er Adams, eitthvað softgel, eitthvað, þú veist, ég veit ekkert, og þetta er ekki auglýsing, ekki falin auglýsing eða neitt svoleiðis. Mér finnst orðið svo þreytandi þegar fólk er að tala faldnar auglýsingar út af því að ég hef aldrei verið með faldnar auglýsingar eða neitt. Ég hef bara hrósað eins og Icelandair og Hilton og allt þetta og Herbyggjum og svona. Aldrei auglýsing eða neitt, þannig að ekki nefnum bara auglýsing bara hér á YouTube eða eitthvað sko. Þú veist, ég fæ ekki borgað og þetta er ekki neitt borgað. Og ég vildi bara ræða vegan út af því að núna er ég að reyna að fara að taka mig í gegn fyrir jólin og bara fyrir bara lífið. Þú veist, lífið er núna. Þú veist, ég er að lifa lífinu núna. Loksins eftir fjölda ára. Það bara fattaði ég bara, fuck, ég glemdi að lifa. Þú veist, bara eyða tímanum, ég veit að stundum er það þannig að maður getur eytt tímanum í bölvaða vitleysu. Þú veist, auðvitað þarf maður að gera það líka. En maður hugsa alltaf bara hvað svo mikill friður í hjartanu að það er svona, já, það er eitthvað nýtt tímabil að koma hjá mér. Og já, ég er á lausu og nei, ég er ekki að leita og ég finn bara að ég þurfi bara á Siggu Kling að halda þessa dagana og með mjög góða spá þarna í þessu mánuði fyrir mér, þannig að ég þarf vel að fara að hlusta á hann aftur. Amen, og amen þýðir verði svo, eða ekki takk fyrir, nei, verði svo ljós, eða komi svo ljós. Ég veit það ekki, þegar bara, sko, leiður eftir mig síðar. En ég ætla að segja bless í bili og mér langaði að segja líka bara að takk fyrir bara allt og mér langaði að, já, ég ætla að fara að byrja svona að vera svona aðeins, allan einu sinni í mánuði, þú veist, á YouTube live og svona. Og mér finnst það bara mjög gott sko, en líka bara, þú veist, gaman að tala við ykkur sem elskir mig og og líka bara ykkur sem hata, þú veist, það er alltaf svona balans í öllu sko, þú veist, Herri, ég ætla að láta þetta duga í bili og ég læti ykkur vita hvernig þetta vegan er hjá mér og hvernig þetta gengur og ég ætla að skrolla og bara lesa og allt þetta, ég veit að ég með sæta kartöflu og allt þetta, svo maður ekki verið með fetaost, ok, þetta er vandamál, þetta er bara í haustum á mig núna, ég bara veit ekki, þú veist, núna er ég bara út af því að ég er með vegan áhyggjur, ég er með áhyggjur af vegan út af því að ég er að reyna að vera vegan, en ég verð bara að taka einn dag í einu, einn tíma í einu og vegan kemur. Amen, ég elska ykkur.